Almar, þú ert mættur til Volgograd og nú má partíið byrja, eða ekki? Jú, nú má partíið byrja og nú svona svolítið kampaðinsfólki farið og svona real fans eftir. Þannig að ég held að þetta verður brjálapartí núna, sko, brjálað. Hvernig veist úrslitin hjá Króatíu og Argentínu í gær? Frábær, þetta ekki frábært fyrir okkur? Við erum ekki bara að sjá núna Króatana hvíla og vera bara með eitthvað varalið. Það er eitthvað gauður sem við aldrei heyrt En það snýst leikinn í dag og það verður stórt stig tekið 8-16 með Sýr í dag. Heldur betur, það er stórt stig það og risaleikur og sigur er stórkostlegt. Ég er búinn að spá sér 2-0 fyrir Íslandi, algjör iðnaða sigur, 1-0 í hálfleik og 1-0 í seinni hálfleik. Ræðist ekkert Nígeríu menna? Lítið, ég er búinn að hitta nokkra af þeim og þeir eru ekkert rosalega bjartsýnir. Ég sagði það, þeir eru bara frekar neikvæðir gagnvart sínum mönnum og ég held að það muni hjálpa okkur. Mikil virðing í garð Íslendinga? Já, mikil virðing og beggja megin, ég ber mikla virðingu fyrir Nígerumönnum og hef alltaf haldið með þeim, mitt second lið í HM, það er alltaf verið England og svo Nígería þegar þeir eru, þannig að ég er big fan. Og þú fyrir fótboltamaður sjálfur, vara fyrir leik Gróttu, eða það ekki? Jú, heldur betur. Þú hefur aldrei spilað í svona hita eins og í dag, heldur þetta hafi áhrif á strákana? Ég er ekki svo viss, ég er náttúrulega svolítið erfitt fyrir mig, ég er rauðhærður, ég er sköllóttur og allt það, en ég hef ótrúlega, það er eitthvað í mig, eiginleiki, þess að ég get aðlagast hita mjög hratt. Þannig að ég hugsa að strákarnir hafi svona bara, þau gen líka í sér, sko, þannig að ég held að við getum unnið þetta þessum heita. Mér finnst ekki heitt núna, sko, alls ekki, sko, strax svona mannur. Harry Kane var hvert við flugunum, ertu okkur bara landið þeim? Nei, ekki neitt, ekki neina flugu, sko. Ég heldur að ég er mjög lítið bitinn, ég með engin ofnæmi, það er ekkert vesen á mér, sko. Ég er bara einhvern veginn, þú veist, ég flæðið áfram, en félaginn minn, ég með honum, hann er mikið bitinn, sem finnst mjög gott, þannig ég mæli með því að fara út og næna ykkur í mann, félaginn sem er mikið bitinn. Það er gott að eiga eitt svona sem tekur það á sig. Heldur betur, og það er þýski ef einhver kannast við hann, það er á þýski, hann er frægur hérna, hann er svona mótsagan við enska. Þú ætlar að taka leikinn í dag og svo leikinn við Króatíu á þriðjudaginn og svo 16. vantarlega líka eitthvað? Já, ég er bara ready, það er allt klárt, ef við finnum 16. þá er ég mættur, sko, það er bara ekkert öðruvísi. Þú ert ekkert heima næstunni? Nei, ég segi bara alla Íslendingar sem eru heima og ég ætla bara að biðja ykkur um að koma á leikinn, þetta er geggjað hérna Volgograd, frábær borg, ég er bara verið að segja alveg svo að ég er að hugsa að fara með fjölskyldur hinga. Nei, ég er ekki að gera. Hún er ágætt, hún er samt alveg ágætt, þetta er frábær borg. Hún er það. Spáði 2-0 hverju skorum mörkin í dag? Ég held að Alfreð setja hann aftur, verður komið 2 mörk og svo Gylfi og Víti. Svo verður að fara með rauðanótt? Já, svo að fagna fara með rauðanótt, 12 partí, ekkert sem ég elska meira en Íslendingapartí í Marseille, einhver voru þar, shoutout, það var besta partí sem ég bara farið í, sko. Þannig að ég vona bara allir mætið þangað. Einhver líkur á hvítinskóna mæti? Já, ég þorði ekki að taka hárkollu og var alveg með mig til Rússlands.